Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils hér í lok þáttarins fáum við aldrei stórkostlega mann, hann heitir David Suzuki, hann þegar nú ábyggilega mörg séðan á skjánum, hann japanskur Kanadamaður, hann hefur stjórnað náttúrulífsþáttum í kanadíska sjónvarpinu í 40 ár og hann öldungur, hann 75 ára gamall en lítur út fyrir að vera yngri en ég og við ræðum við hann aðalega umhverfisvernd, við fáum Þorstein Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins, fyrirverandi til að fara yfir ykkur mál með okkur, Evrópumál, landsfund Sjálfstæðisflokksins, sjávarútvegsmál. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Magnúsi Halldórssyni, blaðamanni, Magnúsi Sveini Helgasyni, sagnfræðingi, hagsagnfræðingur ertu í rauninni. Hagsagnfræðingur. Sólveig Alda Halldórsdóttir, þú starfar í lýðræðisfélaginu Öldu og Helgi Hjörvar, alþingismaður. Ég ætla nú að byrja á þessum mótmælum sem eru víða um heim, áberandi í Bandaríkjunum, þeir kveiktu nú í húsi á Ítalíu og það voru mótmæli hér í Reykjavík í gær og þetta eru mótmæli sem eru einhvern veginn svona, þetta kallað Occupy, þessi hreyfing í Bandaríkjunum og þú hefur verið að starfa í þessum anda, Sólveig. Já, ég allan að grasrótin hérna á Íslandi tók sér saman og ákvað að stofna bara aðra hreyfingu í sjálfu sér sem heitir 15. október hreyfingin, sem gengur út á það að taka þátt í þessari samstöðu sem í gangi allan heim gegn ríkjandi kerfi, gegn því að við búum í samfélagi sem handónýtt, samfélagsgerðin biluð, við almenningur á sér enga rödd og þarf því hreinlega að fara út á götu og standa þar og hrópa og kalla því að við þurfum að fá alvöru lýðræði þar sem við getum farvegi í samfélaginu, þar sem við getum komið saman, tekið ákvarðanir saman, fólkið á götunni hluti sem skipta okkur máli. Að þetta sé ekki höndum örfára einstaklinga sem að taka ákvarðanir fyrir heildina. Og hagsmunir þeirra yfirleitt virðast svolítið vera vernda hagsmunir þessa 1%. Og mikið tala þetta 99% á móti þessu eina, að það virðist sem svo að við erum stöðugt í því að vernda þetta 1% fyrir því að missa ekki úr höndunum þar sem þeir hafa unnið sér fyrir eða náð sér í og á kostnað þessa 99%. Og það bara gengur ekki, þetta ekki lengur í boði og það þarf að breyta þessu kerfi. Og þetta svona málflutningur þessar hreyfingar sem eiginlega byrjar þarna í kringum Wall Street í Bandaríkjunum eða? Já, þetta í sjálfu sér byrjar, þessi hreyfing með þessa alvöru lýðræðiskröfu í sjálfu sér hefst í maí á Spáni fyrir alvöru. Þetta náttúrulega búið að vera mótmæli síðustu ár frá hruni og krafan núna að fólk bara búið að átta sig á því að við þurfum við höfum valdið í höndum fólks og við þurfum að taka það aftur. Og það í sjálfu sér krafan, þetta að fólk bara búið að fá nóg og vill að fá rödd. Já. Magnús, þú nú vel sérfróður stjórnmál í Bandaríkjunum og það svona spurning hvernig þessi hreyfing að koma út þar, staðan í Bandaríkjunum. Nú verið að yfirvöld bregðast hann sér hart við þessu, til dæmis í New York og margir stjórnmálamenn komið fram og fordæmt þessi mótmæli og sagt að þetta sé beint gegn þjóðfélagsgerðinni, kapitalismannum. Þessi anda-amerísk. Já, þetta er anda-amerískt, já. Það náttúrulega, kannski fyrstu viðbrögðin var bara þögn, einföld. Þannig að bæði stjórnmálamenn og fjölmiðlar ignoreru hreyfinguna, en svo smátt og smátt hafa menn vaknað einhvern veginn til meðunur þetta, hún sé ekki að fara og hún hefur bara vaxið og núna þegar að augu alls heimsins beinast að New York og þessi hreyfing nýtur gríðarlegs stuðnings og fylgis meðal bandarísks almennings, þannig að samkvæmt nýrri könnun sem Washington Post minnum hafa gert kemur í ljós að 54% bandaríkjamanna styðja hreyfinguna og eru jákvæð í garð hennar og verkalýðsfélög hafa flykkst niður á Wall Street til þess að standa með mótmælendum. Og þetta gerir það verkum síðan að fjölmiðlar Bandaríkjunum núna geta ekki lengur ignorera hana, en á sama tíma þá geta heldur yfirvöld í New York ekki brota hana bak aftur eða hrakja hann í burtu. Þannig að núna á föstudaginn sem dæmi þá ætlaði Bloomberg borgarstjóri að reka mótmælendur úr garðinum til þess að verða þrífan og mótmælendur skildu þetta svo að þetta væri yfirskynjun við því að hreinsa þá út og loka garðinum fyrir þeim. Þess vegna hafa haldið til að þetta er svo gott í garði.
og þannig að það var, þeir skipulögðu sína eigin þrif á garðinum og hreinsuðu hann hátt og lágt, þannig að það var ekki hægt að segja að það veri neinn óþrifnari garð og verið gjörsamlega óþarft að þrífa hann. Og svo klukkan 6 morguninn á föstudaginn, að hreinsunarlið borgarinnar áttu að mæta klukkan 7, klukkan 6 morguninn mættu fulltrúar verkalýðsfélaga í fjöldasamstöðu með mótmælendum í garðinum. Þannig að ég held að borgaryfirvöld sjá það að það gengur náttúrulega ekki fyrir Bandaríkjamenn að fara að brjóta á bak aftur mótmælum sem þessi með einhverju valdi. Nei. Eftir að þeir hafa stutt mótmæli í Arabaheiminum og þegar að augu alheimsins beinast að Bandaríkjunum. Já. Þannig að ég held að við séum því leyti þá er þetta mjög ánægjuleg þróun. Hverjar eru svona aðal kröfurnar á bak við þetta? Ég meina það er verið að krefjast náttúrulega öðruvísi stjórnmála. Já, sjálfur sér, já, bara alltaf fá nýtt kerfi. Við getum, eftir hrun, þá sjáum við að það byrjaði bara að lappa upp á það sem hrundi, fjármálakerfið og allt svoleiðis í staðinn fyrir að hugsa hlutina alveg upp á nýtt og gera eitthvað nýtt. Þarna til dæmis inn á Wall Street eru þeir með það sem er kallað General Assembly, eru þingfundir sem fólk kemur saman og tekur ákvarðanir allt sem þeim við kemur og svo senda þær út fundagerðir sem maður má lesa á netinu og þá ná þeir samstöðu, þeir taka ákvarðanir saman, það er ekki verið að rífast, það er ekki verið að reyna að vinna slaginn, heldur það er verið að ná samstöðu með því að ræða málin og komast að sameiginlegri niðurstöðu, rétt bara eins og gerist í stjórnlagaráðinu. Þar sem það var 25-0, það var enginn á móti, það voru allir með það því þau voru búin að ræða sig í gegnum ágreiningsmálin og komast að fínni niðurstöðu. Þannig að fólk vill lýðræði, beint lýðræði og eins og til dæmis svona þing, þetta er bara eins og borgaraþing sem hafa verið haldin allan heim. Í Bresku Kólumbíu til dæmis, í Porto Alegre kemur fólk saman til að ákveða fjárhagsáætlunina fyrir borgina sína saman, fólki út á götu. Þannig að þetta er ekki einhver valdastétt sem er alltaf að taka ákvörðun. Wall Street er náttúrulega, byrjar á Wall Street og Wall Street er náttúrulega þetta rosalega tákn vald í það sem stjórnar heiminum. Menn hefur til dæmis það sé þarna sem heiminum er í þessu litla hverfi í raun og veru, þetta er ekki óbúslega stórt og maður lappar þarna og... Þetta er kannski heimili 5. valdsins, ef það eru 3 skipting ríkisvaldsins og 4. valdið eru fjölmiðlar, þá er kapitalið er 5. valdið. Það er það sem er kannski mest áberandi eða mikilvægast við þessa hreyfingu er það að hún hefur ekki sett fram neinar skýrar eða ákveðnar kröfur. Heldur hefur markmið verið það að vekja athygli á einhverju á vandamálum. Þannig að hreyfingin 30. september þá sendir Alþingi mótmælenda þarna í garðinum frá sér yfirlýsingu, en hún er samansafn af staðreyndum vandamálum, ekki einhverjar kröfur breytingar. Þannig að því leyti þá er þessi hreyfing til dæmis gerólík teboðshreyfingunni. Það stundum með þessum tveimur hreyfingum fréttaskýrendur að hafa lagt þær að jöfnu. Ég held að það sé mjög varhugavert því að markmið teboðshreyfingunni til dæmis var að ná völdum, komast til valda í Washington og ná stjórn á repúblikanflokknum. Þessi hreyfing hefur ekki lýst yfir stuðningi við neina stjórnmálaflokk, enga frambjóðendur og er að því leyti mjög óflokkspólitísk. Það er ekki þar með sagt að hún hafi ekki einhverjar, það sé ekki einhverjar, þetta er mótmæli gegn einhverju og það menn þurfa að vera blind til að sjá ekki hvað það er og það er, það eru 2 hlutir í raun og veru. Annars vegar þá er það vaxandi misskipting í bandarísku samfélagi og þetta er náttúrulega vandamál öllum vestræna heimi og þetta er vandamál sem er búið að vera til staðar 30 ár, vaxandi efnahagsleg misskipting. Það sem eins og núna seinasta áratug þá hafa rauntekjur meðaltekjufólks í Bandaríkjunum dregist saman 7% og þetta er fyrsta skipti sem stríð það sem heill áratugur liður og fólk líður og millitekju fólk bætir ekki hag sinn og 65% af öllum allir tekjuaukningu í þjóðartekna á seinasta áratug hafa runnið til þessa topp 1% sem ræður núna yfir 40% af öllum þjóðar í Bandaríkjanna og þetta er gríðarlegt vandamál og gríðarlegt óréttlæti og þá komum við hinni ástæðan fyrir þessum mótmælum sem er svo að það hefur ekki fengist stjórnmálamenn hafa ekki tilbúin til að ræða þetta. Þú ert að lesa bókin eftir Jay Richards sem var að koma út peningar og guð, þess að stendur þetta sé bara svona eigið að vera. Já.
Já, og það er þessi viðbrögð við því, að það er þessi þögn þetta vandamál.